Komið nú sæl. Þurfum eitthvað að laga þetta. Það var að gera það. Við erum orðið svo vön á því að laga eitt og annað. Það bara gerum við það. Það bara breytum við því. Hér er allt nýtt og breyt öllu. Hvað var það gömlu bakvindin okkar? Þetta er nú eitthvað sem hann líkar ekki. Hver ber nú ábyrgð þessu? Veit það ekki. Allir verðum bara ekki að hafa þetta svona. Ég held að. Hér er vopnið okkar. Ægilega fallega. 3, 4. Kveiknar. Jó, við kveikjum mér í kerti á. Og þessi hann hér. Til að lofa drottinn smá. Svo tilverðan verði ekki grá. Mikið ljós af kertunum og kertin eru svona ákveðin tákn hvað? Þau eru til margs nýtileg, svona þeir eru búin að rétta axlaböndin af, oft notuð ef að menn vilja búa sér til fallega stund heima hjá sér og þegar ég bjó í Neskaupstað á sínum tíma, þá kom það fyrir að ég bjó mér til svona kertastund. Þá slökkti maður öll ljós, tendraði kerti sem maður átti og svo horfði maður á kertin loga og ofan á sjónvarpinu minni mig hafi verið þar. Það var ákaflega yndisleg og notaleg stund. Kostaði ekki mikið, var ekki mikil fyrirhöfn, en gaf inn svona ákveðin hægindi, okkur í. Það sem maður var að leitast eftir þeim. Svona er það nú stundum, við þurfum að búa til það umhverfi sem við viljum að sé í kringum okkur. Og segir okkur eina ferðin enn, sem allir vituðu þetta, kannski ekki allir að svona gera, að þetta verðum að gera all þessi verk ef við viljum njóta þeirra. Ég veit ekki með þig, en ég þekki ekkert sem kemur hlaupandi á silfurfati. Og ég hef aldrei séð þetta silfurfat sem hleypur til manna með eitthvað ægilega flott á sem allir er að biðja en enginn á kannski. Það hefur ekki komið til mín. En ég veit að ýmislegt sem maður gerir sjálfur til hæginda auka, það gefur af sér ákveðna fegur. Við vorum að tala á þeim mjög einfaldan hlut sem eru 2 kerti upp á sjónvarpstæki og rökkur í kring og þú bara nýtur þess að vera þarna í smá stund og svo þegar þú ert búin að fá nóg af því þá bara gerir eitthvað annað. Það er alltaf að vera með eitthvað svona inn í myndinni. Það er ekki annars rétt. Þess ég var að segja á þann að þetta hefur maður lært að það kemur ekkert hlaupandi til manns. Kannski draumur einhvers, en ekki minn veruleiki. Þú sem til að mynda ert svolítið að mæða sjálfa þig á því, þá komur nú engin til þín. Hvernig væri að, er ekki til að kíkja þessi kaffi og var á hérna fína tertu, er ekki til að fá þér bita með mér? Sem við gera þetta. Þeir leið eru svolítið að bjarga sér. Þeir stigu skrefið og fengu í áverði og það komu heilir 2, kannski 3 í tertuna og kaffiögnina. Úr þessu var ágæti stund. Ekki? Ef maður setur bara í þessari stöðu, gerir ekki neitt, þá gerist heldur ekki neitt. Vorum við ekki að kveikja kerti á? Við notuðum þetta vopn til að tendra þessi ljós.
Og hér eru þau að lýsa upp aðeins, ekki mikið reyndar. Rafljósin í dag sjáum það allt saman, en þessi eru ennþá höfð með vegna þess að þau gefa okkur svona smávegis feeling sem okkur finnst notalegt. Þess vegna kveikjum við einu kerti á og síðan öðru og kannski fleirum. Fyrir eftir því bara hvernig við viljum hafa þetta. En þetta er umhverfi sem við verðum að búa til. Og við búum það til eins og við viljum hafa það, að við viljum vera inn í svona umhverfi. Er ekki lífið þannig? Þú býr til umhverfi sem þú telur að þér líði þokkalega í og það má. Ég held að ég mun ekki gera það fyrir þig. Og ég held að þú munir ekki gera það fyrir mig. Og það er ekkert víst ef þú ætlaði nú að vera góð manneskja og búa til umhverfi fyrir mig að mér myndi líka. Sumt nefnilega þarf maður að gera sjálfur. Stilla af og stilla upp eftir því sem maður sjálfum langar til að hafa það. Og það má. Og nú erum við með Biblíuna fyrir framan okkur og ætlum að glugga aðeins í hana í þessum þætti að því að það má. Það er ekki. Það er ekki bannað. En hver og einn ræður hvort hann geri, en hann skal vita að það má flett í henni. Og meira, það má meira segja að lesa hana. Þessi bók er ekki svo heilög. Hún eigi bara að vera upp í skáp, upp í hillu. Nei, ekki stert hana. Nú, þetta er Biblían. Biblían, hún er til að lesa. Lesa? Já, svoleið, já, meina. Já, alltaf að lesa hana. Það er smá ítingu til að fá ykkur til að hugsa. Bókin er bara bók, eins og aðra bækur með kápu og blöðum. Hún verður heilög þegar þú ferð að lesa hana, vegna þess að þá sprettur fram boðskapurinn sem andiðinn er að meðtaka. Og hann segir, vá maður, nú fæ ég að borða. Og það er málið. Það er að gefa anda Guðs að borða. Og hann borðar bara það sem þú réttur honum af Guðs orði. Já, hann borðar. Og þú fæðir hann með orði Guðs, með þinni trú, með því sem er heilagt í þér. Og það er það sem Guð setti í þig þegar hann endurfætti þig, svo kallað. Endurfæðing. Hygg að orðið endurfæðing hafi vafist fyrir mörgum. Og örugglega vafðist það fyrir mér jafn mikið og þér. En svo kom skilningurinn og reynslan með árunum á löngum tíma og er ennþá að bætast við hana. Og margt liggur ljóst fyrir, en samt er það þannig að þó einhvað liggi ljóst fyrir núna, að þá eru alla líkur á því að við það bætist, þar að segja, ef þú leggur á því þá vinnu sem þarf til að úr verði. Ég er að öllu sjálfur hversu mikið ég fæ af trú til mín og hver mikill vöxtur trúarinnar verður. Og ég veit hvað ég þarf að gera. Ég þarf að vera með þessa bók fyrir fram að mig, upplokna og ég að lesa. Já, ég að lesa. Og þannig segjum við hvert fyrir okkur að því við erum einstaklingar sem þurfum að vera á þessum stað, að umfram allt vilja vera á þessum stað. Það er svo merkilegt. Já, merkilegt, já, það er merkilegt. Allt saman er þetta uppgötun sem kemur að því við erum að stúdera það sem við nú eigum. Og hvað eigum við? Við eigum trú. Ekki? Hún er gjöf. Bókin kom til okkar, ekki fljúgandi á vængjum, með hafverðni eða einhverjum fugli sem að gæti flogið með þetta. Nei, við sóttustum eftir henni
og eignuðust hana að því að við viðurkenndum að orð Guðs sé manni í dag nauðsynlegt og ekkert minna heldur en það. Og ýmislegt lærist að því að vera þarna. Til dæmis að sumt sem við áður elskuðum og vörðum miklu tíma í er núna hégómlegt. Og vekur manni ekki kannski það þakklæti sem það einu sinni gerði, kannski ekki vanþakklæti, og ekki til jafns við orð Guðs sem vekur okkur allt þakklæti og alltaf þakklæti. Því að þegar þú ferð í orð Guðs, þá ferði í einhvað sem að allt í þér hrópar á og eftir að fá meira af. Þetta er orð Guðs. Þannig við sjáum svarthvíta mynd dragast upp af þessu og við vitum að svarthvít mynd er uppi, það fer eftir því hvað býr í hjarta einstaklings. Orð Guðs býr í hjarta mínu og orð Guðs býr í hjarta margra annara einstaklinga og við segjum, þetta eru bræður mínir og systur í dag. Ég hef leyfi til að tala með þessum hætti, þegar Drottinn segir með sama hætti víða í orði sínu. Hvernig veit ég það? Nú, ég er að lesa orðið. Þessna veit ég það. Og það er einmitt það sem ég er að hvetja þig og okkur öll til að gera. Lesum orðið. Ekki láta hjálíða að lesa orðið. Því að það er nauðsynlegt. Trúin er nauðsynleg. Hún er auðvitað byrjun á þessu öllu saman. En svo kemur orðið. Það fyllir upp í, það eigur við trúarvitundina og vakningin lifir í hjartanu. Já, vakningin. Vá maður. Við erum alltaf að tala um vakningu. Við erum vakningu. Við erum vakningu í öðrum. Hvern get ég vakinn um að sjálfa mig? Ég get bara haldið sjálfa mér vakandi. Það er aflið sem ég býr nú í mér. Vakningin er til, minn kæri. Þú sem ert vakandi, ert partur þá af þessari vakningu. Þú sem aldrei sofnaðir, þú ert bara áfram vakning, ekki? Þannig að vakningin hefur alltaf gengið með okkur. En við erum alltaf að sjá eitthvað miklu meira og það er alltaf að sjá stórt. En þetta er líka mæð okkur. Munum það. Við erum að láta þetta mæð okkur. Það er ekkert að gerast. Hjá öðrum. En þú ert ekki aðrir. Og þú heldur áfram verkinu að þú veist að þú ert að gera rétt með því sem þú ert að gera. Og bókin, hún víkur ekki frá þér, vegna þess að hún er þér eitthvað miklu meira en kær. Hún er orðin hluti af þér sjálfum og sjálfri. Þannig er með orð Guðs. Það verður hluti af manni sjálfum. Þetta er ekki bábilja að tala svona. Hvað er ekki bábilja hjá sömu fólki? Ég veit það ekki. En ég segi þetta er bara sannleikur málsins. Þetta er sannleikur sem trúin gefur mér á þér. Og hún talar og hún má tala og hún ætti að tala oftar en hún gerir. Fær að gera. Akkurju? Segir hún ekki nóg? Örugglega mati einhverja. En ég segi nei, hún segir ekki nóg. Og vakningin í mínu hjarta viðhelst vegna þess, hún segir bara ekkert nóg við mig, ég vil að hún segi meira við mig. Það er hungur. Og það er eitt af því sem við erum að tala um, að vekja upp hungur. Í orðið, segi ég. Það er grunnurinn á öllu hinu sem við viljum sjá. Það heldur mér vakandi. Og í raun og veru er það nóg fyrir mig, er það ekki rétt? Jú, það er nóg fyrir mig, en mikið væri gaman ef að breiðfylking færi af stað. En hver ræði því? Drottinn einn.
En ég get gert það sem ég get gert. Ég get boðað. Og ég get auðvitað haldið í vonunum að þetta gerist. En ég ræði engu það. Akkur. Að því þarf þá að berjast við alla þessa þergirðinga sem væru fyrir. Og það ekki létt verk. Þannig að ég held mér á réttum stað. Ég vinn með orðið og ger það sem ég get gert. Hvet fólk, trúa fólk, til að gera sama. Það vakning, það ekki? Þannig ég bakka ekki með það að vakningin til staðar, en við erum að sjá allt annað með þessa vakningu. Og því miður að því við sjáum ekki mikla hreyfingu, að við sjáum ekki þá hreyfingu sem við vildum sjá. Og verðum við svolítið fúl í framan. Ekkert að gerast. Ekkert að gerast. Ef eitthvað ránd, þá það. Því að það svo margt að gerast. Í Jesú nafni. Margt að gerast. Og hvað með það þegar þú vaknaðir alveg svoleiðis sprell fjörugur í morgun? Væntandi eitthvað svakalega flott frá Jesú í dag. Hvað með það? Það ekki frábært? Og hvað margir ætli vakni þannig? Það ekki allir vaknandi ennau dagurinn. Ég veit ekki hvernig ég feysa þennan. Það eðlilegt. Þú veist ekkert hvað næsta mínúta gefur þér. Hvað þá að kveldi dags, þú getur ekkert vita neitt það. Þannig þetta ekki áhugjefnið. Áhugjefnið, ef menn vilja hafa einhverjur áhugjur, því hvet menn til að hafa ekki, bara hreint, hvað get ég gert til þess að mín trú vaxi? Og ég veit hvað ég get gert. Ég með hérna fyrir fram að mig tækið. Orð Guðs, Biblía. Og ég næri mig af orðinu. Og ég fæ aðeins meira að því ég að næra mig á orðinu. Þetta ekkert flókið. En við erum að mæðast. Að við erum að búa til einhvað sem við ráðum hvort þið ekkert yfir og engu En við gerum okkar, það það sem við getum gert. Til að mynda hvatt menn í orð Guðs. Og hvatt menn og sannfært og að þeir bera sjálfur ábyrgð á trúnni. Vakning. Vá! Hún hérna. Ég vakandi. Ég vakning. Ert þú vakning? Ert þú vakandi í Guði? Til hamingju, því þá ert þú með sjálfaði á réttum staði á. Þetta ekkert flókið, þetta einfalt. Höfum þetta bara einfalt. Fyrir margt löngu þá sýndi Drottinn mér nú þetta. Og ef hann sýnir ekki, þá kemur heldur engin skilningur. Vakning. Auðvitað viljum við allu vakningu og vera í þessari hugsun að bara alveg heil bæjarfélögin rísi og lofi Guð. Við höfum svo sem myndað þessu í orði Guðs. Við munum þetta Nínevi. Þegar hann Jónas vinur okkar var sendur af stað. Með þvílíkan hundsus fór hann að það leitun að öðrum eins hundsus og Jónas blessaður hafði. Og hann Drottinn þurfti aldeilis að glíma við Jónas. Hann var á stöðugum flótta. Hann vissi hvað hann átti að gera, en hann vildi það ekki. Hann vildi ekki gera það sem Drottinn var að segja og hann fór bara á flótta og sprett og svo bara, ég fyrir bara sjóin. Þetta algjörlega vonlust, ég nenni ekkert að standa í þessu. Og hann fór á sjó. Og það var eiginlega úrslita stundi fyrir Jónas, því að skipverjarnir, það gerir vitlaust veður, eins og sjómenn þekkja að geti gerst í sjós og ég þekki mjög vel.
Sko þeir bara hentu kallgreiðin í sjóin, tóku bara endur lappirnar og axlirnar á honum og svo bara fleygðuður honum í sjóin. Fantaskapur þetta. Þetta var þetta bara fantaskapur. Og það kemur hvalur. Og hvalurinn gleypir hann og hann fer í maga hvalsins. Og þar hann að veltast blessaði kallinn í 3 daga og 3 nætur. Og þar hugleiðir hann í innöflum hvalsins hvernig allir líðan hennin hafi verið, hún lítur að vera hræðileg. Og þar eiginlega vaknar hann til vitundar hver þessi Guð er. Sjáu hvað við þurfum átt mikið áður en við föttum hver Guð er. Vá! Vakning. Hann var byrjunin á vakningu í Níneve. Og þegar hann flytur sína ræðu, þá var hann enn með alveg skelfilegan hundsus. Hann vildi bara alls ekki heldur gera þetta. En hann hlýddi, nákvæmlega hann hlýddi. Og hvað gerðist? Borgin eins og hún lagði sig, frelsast. 140-150.000 manneskjur í einni svipan frelsast. Er þetta hægt? Guð getur allt, en þarna er ég algjörlega handónýtur. En sjáu þið líka, sagan af Jónas er líka saga af köllun manns. Köllunin er þessi, punktur á eftir. Og Drottinn fær sínu framgengt með köllun mína og þína. Hve mikið það þarf að gera til hún náist fram, veit ég ekki. Þetta er líka kennsla það, hlýddu. Og þá þarft þú ekki að lenda í öllu því sem að Jónas lendi í, því að þú flýrð ekkert frá Guði. Og það þýðir heldur ekkert fyrir því að fara á sjóinn. Það var nú flottaleið fyrir marga í eina tíð. Því að Guð veit að þú fórst á sjóinn. Og hann kemur sínu fram. Já, kallakaregin, skipirjarnir, komast að því, ég veit nú ekki hvernig þeir áttuðu sig á því, en þeir komast að því og trúa því að Jónas sé þessi hrikalegi skaðvaldur. Að þeir eru bara allir að farast. Það var vitt, það var óveður og mikill öldugangur og læti og ég þekki það líf mjög vel. Hve oft lendi maður ekki í slíkum veðurum að ég reyndar var aldrei sjórættur. Og ég upplifði mig aldrei í neinni hættu borð í skipi, en sá ýmislegt fyrir utan skipið sem var að gera. Og Jónas sá þetta líka. Og skipverjarnir eru þess áskynja. Og það gekk svo langt í raun og veru að þetta var orðið háska ástand. Við hendur bara kallinum í sjóinn, sagði hann. Sögður, og það var gert. Og það lægði. Þannig að þeir voru ekki neinu vafa það hver var orsakavaldurinn. En svo gerist allt hitt og eftir. Og lyktir eru þær að heil borg sem heitir Nínevi, bara bang, er orðin trúið. Þetta er vakningin sem við ef til vill erum að bíða eftir. En hver er höfundurinn af þessu? Drottinn, Guð er höfundurinn. Og hvað var búið að gerast áður í borginni? Ég veit það ekki. Voru margir trúboðar búin að koma undan, kannski, ég veit ekkert það. En Jónas kemur í afli lifandi Guð og undrið skeður. Talar þau orð sem hann vildi segja við fólki og það tóku allir við.
Nei, ég held að það hafi engin trúboði verið búin að koma. Því að af þessu er að sjá að fólkið, borgin var að bíða eftir einhverju sem segði þeim skilaboði. Og Jónas var að draga lappirnar, hann var á harða hlaupum undan þessu verki, en hann slapp ekki. Af hverju? Hann var kallaður til verksins. Og sá sem er kallaður, hann sleppur ekki. Hvað var Jónas eftir þetta, veit ég ekki, hann langt síðan ég lesi söguna. Ég var að gera það kannski, ég gera það nú ekki núna. En þetta er saga Jónasar. Ég ætlaði nú að fletti inn í, finna hann ekki. En hún er hérna einhver stöð, ekki sem búið að taka hann úr. Nei, ég held ekki. Þetta er vakning, kæru vinir. Og kannski erum við að byggja á þessu þegar við tölum vakningun okkar, sem við erum alltaf að vona. En ég segi, hún er til staðar. Ég er vakandi. Ég hef aldrei dottað á verðinum. Og þú ert vakandi og kannski þú heldur aldrei dottað á verðinum. Þannig að þetta fólk er út allt. Horfum bara á þetta. Ekki? Ekki nefnum við viljum vera það að mæða okkur yfir því hvað sé lítið að gera. Hvar er vakningin, segjum við, með þessum svip? Hún er til. Hún er í mér, hún er í þér. Kannski verða fleiri sem koma og það er gott. En ég ræði engu það. Ekki einu orði það, en ég get haldið áfram að gera það sem ég hef verið að gera. Og það ætla ég að gera og ég veit að þú ætla líka að gera það. Það er það sem við getum gert. Þess vegna erum við með allar þessar sögur í orði Guðs. Það eru líka til þess að hvetja okkur af stað. Og það kemur líka fram í öllu þessu sögum þessi veiki vilji minn. Við vorum að tala á Jónas. Við vitum að hann var á flótta, á harða hlaupum. Við vitum líka að hann vissi hver tilgangurinn var með köllun sinni. En það vildi hann ekki. Hvað með þig? Viltu þína köllun? Þú svara því. Ætla að sinna þinni köllun? Þú svara því. Mér varðar raun ekkert það. Mér nægir alveg að sinna minni köllun. En ég viðurkenni ekki að það sé engin vakning. Við megum ekki gera lítið úr fólki sem að stendur sína plikt hefur gert í áratugi. Ef við erum að tala vakningu en tölum ekki þetta fólk í sömu mund, þá erum við í raun og vera á sinnlátt að lítilsvirða verk og vinnu þessara mann og kvenna sem hafa staðið pliktina í gegnum þykkt og þund og gera enn. Heiðrum þetta fólk. Tölum vakningu en tölum líka þetta. Heiðrum þetta manneskjur sem eru vakandi og sofandi í verki. Því að við vitum að þetta fólk er þarna, en við erum kannski ekki svo mikið að hugsa þetta fólk, að þau eru svo upptekin af ykkur allt öðru, en því sem er verið að gera. En það er verið að gera fullt af hlutum innan stokks í kirkjunni. Kannski þurfum við að heyra svona orð vegna þess að við þurfum að átta okkur á sig, þetta er nú alveg rétt. Það er fullt að gerast. Og það er einmitt það sem er að gerast. Það er nefnilega fullt að gerast. Það hefur alltaf verið. Þetta snýst ekkert menn. Þetta snýst það bara Guð er yfir. Hann sér allt þetta. Og þú ert í faðmi hans, þú ert í hendi hans. Og hann segir, Konráð, halstu vakandi. Og ég segi, já, drottinn, hjálpaði mér til að haldast vakandi. Og svo skal verða. Einn er vakandi, annar er vakandi, 3., 4., 5., 6. og 7. er vakandi. Er það ekki vakning? Þessi 7 sem eru vakandi leið að gera vilja Guðs.
Þeir biðja að þeir eru kallaði til að biðja, þeir tala að þeir eru kallaði til að tala, þeir gera alls konar líknarverk að þeir eru kallaði til þess og þetta er allt í gangi. Þetta fór aldrei neitt. Hefur aldrei farið neitt. En við sjáum þetta ekki, að þau viljum vakningu. Við viljum sjá Nínevu endur vakta. Og hver myndi ekki svo sem ekki vilja það? Og kannski verðum við það fólk sem að sér Nínevu endur vakta. Ég veit það ekki. En ég veit að Guð gæti gert það, með fingur smelli. En þetta verður alltaf að vera á hans tíma. Hvenær er hans tími? Ég veit að hans tími til boðunar er bara hér og nú og það veist þú líka. Og við förum að boða og gera alls konar verk, en meira getum við ekki gert. Við skiljum alveg helling að Guðsverki eftir og drottins að vinna úr því eins og hann vill. Við gerðum okkar, alveg svo Jónas gerði sitt, munum eftir því. Hann sá aldeilis árangur af sínu erfiði sem hann var að slást við kannski árum saman. En svo fór hann, vegna þess að manna var ekki að ræða. En hann þurfti að fara fyrst inn í þessa kringumstæður sem voru algjörlega vonlausar fyrir hann. Að fara lenda í hvalsmaga, hvað er það annað en dauði svona í 99% tilvika. En ekki á Jónas. Að Guð var með. Þetta var hluti partur af plani drottins til að fá hann til að gera sitt. Ég vil ekki að svo mikið þurfi í mínu tilviki til að ég fáist til þess að hreyfa mig eitthvað smávegis fyrir drottin. Ég vil bara gera það sem hann er að bjóða núna og verum þar. Jónas gat það, en hann vildi og valdi að fara aðra leið og hann er ekkert svo eini. Hver margir í dag eru að ströggla við köllun sína og hlaupa frá henni og fara til sjós. Flýja togara, eins og stundum var gert. Jónas flúði, við segjum bara hann að flúði á togara. En Guð var líka þar. Jónas, þú sleppur ekki. Hættu þessu bara. Og hann nefnir nafnið þitt og hann segir, þú sleppur ekki. Hættu þessu bara. Og hvað viltu? Mér var það ekki það, veit það ekki. En ég veit bara að orð Guðs, daglegur lestur í orði Guðs, gerir það að verkum að við höldustum vakandi á svo margan hátt. Við erum umfram allt sjálf vakandi. Og hvað þarf ég meira en að vera vakandi í Jesú nafni? Ég held ég þurfi ekkert meira. Ég veit ekki með þig, en ég held að ég þurfi ekki meira. Ef ekki að lesa eitthvað smávegis, eins og alltaf áður. Hvað er að lesa? Við erum í Jesaja. Ef ekki að lesa þetta nokkur vers í 41. kafla Jesaja. Ég veit ekki hvernig það hljómar, en við vitum að það hljómar við. Verið hljóð og hlýði á mig, eilönd, þjóðir, bíði kenningar minnar. Gangi það nær og tali síðan, við skulum eigast lög við. Hver vakti þann í austri sem hlýtur sigur í hverju spori? Leggur undir sig þjóðir og steypir konungum. Sverð hans gerir þær að dufti og bogi hans gerir þær sem strá í vindi. Hann rekur á flótta þeirra, hann rekur flóttu þeirra og skaðast hvergi og fætur hans snerta vart veginn. Hver hefur gert þetta og komið því til leiðar?
Sá sem í upphafi kallaði kynþættina fram, ég, Drottinn, er hinn fyrsti og með hennum síðustu, en ég er í enn hins sami. Enn hins sami. Jónas. Fór og borgin frelsaðist, gekk til liðs við lifandi Guð. Ekki verk Jónasar. Guð var með allt klárt. Núna vantaði bara hann til að flytja boðskapin. Yes, við viljum þetta. Allt undirbúið. En hve lengi þurfti þeir að bíða? Þeir biðu á meðan Jónas strögglaði. Þannig var það. Er þetta ekki annars sannleikurinn? Til svo vera. Þannig við sjáum gagnsemi af því að lesa orð Guðs. Það er augljóst. Það er þarna til að lesa og stúdera og verður áfram til að stúdera. Sagan Jónas gengur og lifir að hún er í orði Guðs og trúaðir lesa orð Guðs. Vantrúin er ekki mikið þar, en kannski opnar stöku sinnum bara til að loka aftur, eins og ég þegar ég var að fara að manna mig upp í að lesa orð Guðs og ég tók testamentið mitt sem að Gídeonmenn gáfu 10 ára skólakrökkum svo var það fært upp í 12 mig, ég held að ég fengi það 10 ára. Svo ætlaði ég að manna mig upp í að lesa þetta yndislega vers eða yndislegu bók og fór í smjörlíkiskassan sem að móðir mín blessurinn geymdi þessi Nýja testamentið, voru all þar, voru stór hópur á krökkum og það var hellingur af þeim þar og ég tók mitt og les held ég líklega verið Mattheus og Guðspjöll og ég sá ekki nema Jesú og ég lokaði þess aftur. Þetta leist mér ekkert á. Og fram að frelsuninni leit ég aldrei aftur í orð Guðs og í muni. En það er hana í dag. Nú er þessi sem sagði, lagst einu sem sagði Jesú, þetta vill ég ekki, upptekinn við bókina sem hann eitt sinn hafnaði. Og þannig er að stundum að við höfnum orði Guðs. Jónas má kannski segja að hann hafi gert það, en kollunin vofði yfir honum og að lokum hlýta. Hvað með þig? Hve mikið enn þarf þú að ströggla áður þú hlýðir vilja Guðs? Við erum að tala til manns sem hlýddi þó á endanum og undur og stórverki gerðust sem aldrei áður hafa skeð og sennilega aldrei eftir þetta, eða hvað? Jú, sennilega er þetta einstæmi í sögu, nattanis, veraldarinn, að þetta hafi gerst. Þegar að kirkjan var stofnuð, eftir að Kristur risin upp og stíginn upp til himna, þá sté Pétur, okkar vinur okkar, á svalirnar og þrumaði yfir þeim ræðu. Og þá frelsuðust 3000 manns. En Nínevi voru með 150-40-50.000 manna her af fólki, fólk. Og það frelsaðist bara með þessum hraða. Allt sem eitt. Hvað segir þetta mér? Við erum að þjóna stórum Guði. Og það verður aldrei frá honum tekið að stór er hann og mikil fenglugur. Hafi ég Drottinn, þá þarf ég ekkert meir en hann. Þannig bara er það. En það er nú líklega farið að líða tímin í okkur, þetta er svo fljótt að líða, svo ég segi það nú einu sinni enn og hann er bara liðinn maður. Og þá þarf ég aðtók hvort ég geti staðið upp núna, ég gat það síðast, og ég held ég geti það núna. En ég kveð og stend upp
Ég svo fallegur í mynd, ég sést allur og verð hér eftir viku með nýjan þátt.